Getur þú kemur heim til Vals aftur eftir atvinnumennsku fyrir tímabilið, var þetta ekki ástæðan fyrir að þú komst heim? Jó, þetta var ein ástæðanum en á næsta ári þá gerum við betur í Evrópukeppninni. Það var líka hluti ástæðan okkur ég vildi koma að spila með Val. Hvernig er tilfinningi að vera loksins Íslandsmeistari? Það bara geggjað. Þetta er bara, ég segja, ólýsanlegt. Það er fyrst skipt sem ég er Íslandsmeistari og vonandi er þetta ekki það seinasta. Ef við horfum svona á tímabilið í heild sinni, það var erfitt til að byrja með. Hvað hjá mér að liðinu? Bara á liðinu líka? Já, við erum ekki búin að vera, þetta tímabil erum ekki búin að spila eins vel og kannski ég held að við vilja. Ég held að, en maður har heyrt ýmsar klísur að það er erfiðara að verja titilinn heldur en að vinna hann. Þannig að eins og betur við náðum að verja hann og bara, förum bara go for it á næsta ári aftur held ég. Og Valur hefur byggt upp gríðarlega gott lið og þú talar um Evrópukeppni næsta ári, ykkur langar í meira? Já, það er bara klálega, þetta langar ykkur meira. Við fundum svona smá smjörþiðin af þessu að komast langt og vera nálægt til að komast enn lengra. Við verðum ekki mikið nærri heldur en við vorum núna í sumar og bara við erum að byggja þeirra reynslu og koma sterkar inn á næsta ári. Voru mikill munur á Valsliðinu núna og þegar þú komst hingað fyrst? Já, nei, svo sem ekki. Það er ekki eins og ég hef verið það lengi úti, þetta var nú bara 1 ár. Þegar þú kemur hingað fyrst? Að ég kem fyrst? Þetta var 2012 þá? Já, mjög, þetta er nánast annað félag. Nánast, sko. Þetta er bara, það er mjög gaman að vera Valsari í dag, það er bara þannig.